Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Fullveldiskantata verður frumflutt í Hofi núna á laugardaginn og til mín eru komnir Mikael Jón og Þorvaldur Bjarni. Velkomnir. Takk. Takk fyrir. Mikael, þú samdir þessa kantötu, ekki satt? Jú, ég gerði það. Fékkst styrk frá Fullveldissjóðnum? Jú, það var auglýst eftir styrki fyrir alls konar atburði sem við erum náttúrulega búin að fylgjast með í ár og ég sótti kalla þetta fullveldiskantata og reyndar held ég hafi bara verið búin að velja ljóðskáldið, Sigurður Ingólfsson, en ég var eiginlega ekki búin að tala við hann. Nei. Tók hann ekki vel í þetta? Jú. Og kantata, ég sá fyrir mér eitthvað ægilega háflegt, en þú varst að segja mér að þetta þýðir í rauninni bara sungið. Já, bara sungið saman, hljóðfæri og söngrættir og kórar og svona. En það er til allavegna kantötu, það er til dæmis baksamdi kaffikantötu. Já. Og undirtitillinn á þessari er Út úr kofunum. Út úr kofunum. Og hvað meinar með því? Já, það var til þetta lag, ljóð hjá honum Sigurð Út úr kofunum og þetta var eiginlega bara kjörorðin okkar að líta til framtíða en ekki að velta okkur svo mikið upp úr fortíðinni. Akkurat. Og hugsa Ísland í framtíðinu og næsta 100 ár. Og bara svo ég segi það sem er svolítið grín að ég er búinn að vera hér næstum því helmingin af fullveldistíma. Þú ert búinn að vera hér í 47 ár og búinn að starfa við tónlist á Akureyri síðan. Já. Vel gert. En Þorvaldur, svo kemur þú að þessu með hljómsveitina, sinfóníuna. Já, það er Sinfóníuhljómsveit Norðurlands sem við kallum líka Sinfónía Nord, oft líka í tengdum svona verkefnum vegna þess að ég hef aðalega kynnst honum í gegnum starf hans í tónlistaskólanum og fylgst með honum sem tónskáld. Og þar hef ég heyrt mjög spennandi tónlist á upphafnari sviðinu og módern tónlist, mjög framsækin og spennandi. En síðan allt í einu fáum við tónlist sem við erum að fara að hlusta á núna á eftir. Sem að ég get alveg tengt við margt af því sem ég er búinn að vera að gera með Tóttmóbíl og öðrum rockhljómsveitum og svoleiðis og mjög dramatískt og maður fær alveg hroll strax, mjög grípandi. Ég var að stríða honum með Eurovision daginn, hann sló mig nú næstum utan að það væri það næsta skref. Já, ég segi, ég gerði ekki núna í ár af pólitískum ástæðum. Já, akkurat. Svo er þessi maður greinilega tímavill. Ég held að hann hafi einhvern veginn fyrir löngu síðan skroppið hinum einn og séð hvað hann ætlaði að gera í framtíðinni vegna þess að frá því að sagði mig frá þessari hugmynd og þangað til ég heyrði þetta lag, það leiði ekki langur tími. Nei. Frábært. Og umfangið á þessu, getið aðeins útskýrt það fyrir mér og okkur? Já, það eru 13 til 14 kaflar og við förum út úr kofanum í endanum, þannig við tökum upp aftur þráðinn. En þetta kemur víða við í rómantík, í rockinu, í bluesinu, pop og svo verður svona svolítið nútíma en ekki hræðilega nútíma kaflar. Svona lýsandi, svona menn eins og kvikmyndum. Ekki eitthvað allir hlaupa út. Ég skil. Og þetta eru bara svona 13 ljóð og eru svona klukkutíma tónlist. Þannig að þetta er eins og svona 2 sinfóníur. Og hvaða flytjendur eru við að fara að hlusta á fyrir utan sinfóníuhljómsveitina? Vá, nú verðum að telja. Það er ekki svolítið margir. Ég held að ég ekki byrja á nöfnum að það orðið vandastattur. Kórinn sem hefur burðarhlutverk er Himnándía sem ég starfa í og Eyþór stjórna. Svo er þessi nýstofnaðu kór sem er ungmennakór og á vegum tónlistarskólans úr Ævi í Akureyri og svo settum við saman strengjasveit héðan og Akureyri og líka það sem ég kenni líka á fiðlu fyrir vestan. Og það er raun og átti vera svona krakka á miðstig, svona þeir sem voru komin á efstastig, þau vildi vera með líka. Þannig það er orðið 26 manns og þetta er Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og með svona poppívafi og svo eru þessi 3 einsöngvara og þarna ertu með sem sagt rómantíski tenori, Gísli Rúnar. Þú ert með harður rockari, þá vill ekki alveg vera að kalla sig það. Ekki eitt svona metal. Hann Stebbi Jagd. Þungar. Hann kom til minn daginn. Hans hljómsveit. Og svo Þórhildur Örvarsdóttir.
Og sem betur fer sviðið í Hofi stórt, þannig að það pláss fyrir alla? Já, við erum náttúrulega ekki búin að æfa, það ekki allir búin að mæta svo ég veit ekki. Nei, jæja, ok. Og það verður líka spennandi að sjá aftur Stebba Jak með Symfó. Já. Hann var náttúrulega alveg stórkostlegur í síðasta samstarfi þegar að Dimma og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands léku saman og þar gerðist það í fyrsta sinn á Sinfóníutólingum held ég að einhver tók svona people surfið. Nei, fór hann út í það? Sjensinn, reyndar var það í Hörpu, að því við fórum með þá sýningu svo oft líka suður og víðar. Já, hann hér á meðal voru ennþá. Nei, þetta eru alvöru aðdáendur. Þeir gripa hann. Kannski prófar það á laugardaginn. Þá verður þú byrja á það. Ég hlakka til. Takk kærlega fyrir að koma. Við ætlum að sýna myndbandið eða upptökur frá Kantundinni og við hlökkum bara kærlega til og til hamingju með þetta stórbrotna verkefni. Takk fyrir.